Komiði sæl, ég heiti Óli Björn Kárason og þetta hlaðvarsþáttur minn alltaf til hægri. My husband, Charlie, he wanted to save young men, just like the one who took his life. On the cross, our Savior said, "Father, forgive them, for they not know what they do." That man, that young man, I forgive him. I forgive him because it was what Christ did and is what Charlie would do. The answer to hate is not hate. The answer we know from the gospel is love and always love. Þú þarft að búa yfir einhverjum innri krafti, trú á hið góða til að geta tala með þeim hætti sem Erika Kirk gerði í ræðu á minningarathöfn eiginmann hennar Charlie Kirk, aðeins 11 dögum eftir að hann var myrtur. Erika sækir styrkinn í trúna á Jesú Krist líkt og eiginmaður hennar gerði. Líklegast hafa fæst okkar þennan styrk eða þá bjargföstu trú sem gerur okkur kleift að fyrirgefa þeim sem drepur nákominn ættingja, maka eða börn. En fyrirgefningin hins vegar kraftaverk sem læknar brostið hjarta. Og menning okkar á Vesturlöndum, jafnt í Bandaríkjunum sem hér á Íslandi, þarfnast fyrirgefningar. Og við skulum muna og vonandi erum við sammála það að stjórnmál ekki trúarbrögð okkar. En í trúnni á Guð fáum við fullvissu fyrir því að kærleikurinn sigri illskuna að lokum. Ekki með slagorðum eða pólitískri hugmyndafræði, heldur með því að hlusta, faðma, fagnaðarerindið og fyrirgefa. Charlie Kirk var íhaldsamur aðgerðasinni, áhrifamikill leiðtogi sem fékk tugþúsundir ungmenna, ekki síst háskólastúdenta, til liðs við sig. Hann náði ekki síst eyrum og athygli ungra karlmanna. Allt með því að nýta sér tjáningafrelsið, samtalið, rökræðina, þar sem tekist var á skoðanir og á stundum harkalega en alltaf með orðum. Í leiðara fréttaritsins Free Press, og ég mæli eindregið með því að fólk var að lesa Free Press, því haldið fram að morðið á Kirk geti haft djúpstæð neikvæð áhrif á tjáningafrelsi í Bandaríkjunum. Fólk fær að forðast opinskáar og hreinskiptar umræður, hætti að takast á með orðum í frjálsum rökræðum, en það megi hins vegar ekki gerast. Bandaríkjamenn líkt og við hér á Íslandi hafa gengið út frá því sem sjálfsögður hluta ágreiningu sé leystur með rökræðum og í kosningum. Að tap í kosningum sé ekki heimsendir, heldur annað tækifæri til að samfara aðra sem okkur ekki sammála áður en gengið næst að kjörborði. Saga Bandaríkjanna geymir vissulega mörg dæmi pólitískt ofbeldi. 4 sitjandi forsetar hafa verið myrtir: Abraham Lincoln 1865, James Garfield 1881, William McKinley 1901 og loks John F. Kennedy 1963. Ronald Reagan 1981 eini sitjandi forsetinn sem hefur særst í morðtilraun. Theodore Roosevelt 1912 og Donald Trump á seinasta ári einu fyrrverandi forsetarnir sem hafa særst í morðtilraunum, báðir í forsetakosningum í baráttu fyrir endurkjöri. Dæmi tilraunir og eða samsæri að ráða sitjandi forseta á dögum því miður nokkur. 2 morðtilraunir gegn Gerald Ford í september 1975 hins vegar einu þekktu dæmin
þar sem konur lögðu á ráðin að myrða forseta. Pólitískt ofbeldi grefur undan einni grunnstoð lýðræðisins, málfrelsinu sjálfu, og morðið á Kirk aðeins nýjasta dæmið. Ég ætla ekki að fara yfir 7. og 7. áratug í sögu Bandaríkjanna og þau fjölmörgu dæmi sem þá eru til hryðjuverk á vegum vinstri sinnaðra ofbeldismanna í Bandaríkjunum, heldur aðeins staldra við síðustu ár. 7. janúar 2021. Þúsundir stuðningsmanna Donalds Trumps réðust inn í þinghúsið í Washington til að stöðva staðfestingu á úrslitum forsetakosninganna 2020 þegar að Donald Trump laut í lægrahaldi fyrir Joe Biden. Júní 2022 var gerð tilraun til að myrða Brett Kavanaugh, hæstaréttardómara, en vopnaður maður var handtekinn nálægt heimili hæstaréttardómarans í Maryland. Hann sagðist ætla að myrða dómarann vegna úrskurða fóstureyðingar og vopnalöggjöf. Í október 2022 var gerð innrás á heimili Nancy Pelosi, þáverandi leiðtoga demókrata í fulltrúadeildinni. Paul, eiginmaður hennar, var alvarlega særður. Ágúst 2022. Vopnaður maður gerði árás á skrifstofur alríkislögreglunnar FBI í Cincinnati í Ohio. Árásin talin merki pólitískt ofbeldi og minnkandi traust á stofnunum ríkisins. Júlí 2024 tilraun til að myrða Donald Trump í Pennsylvania. Á kosningafundi í Butler skaut árásarmaður í átt að Trump. Trump særðist á eyra, einn lést og nokkrir særðust. September 2024. Tilraun til að myrða Trump í Flórida. Tilræðismaðurinn var handtekinn og síðar dæmdur fyrir morðtilraun. Í maí síðastliðnum voru 2 starfsmenn sendiráðs Ísraels skotnir til bana fyrir utan gyðingasafn í Washington. Undirrótin var gyðingahatur og andstaðan við Ísrael. Og í júní skotárás á þingmenn í Minnesota. Melissa Hortman, demókrati og forseti öldungadeildar ríkisþingsins og eiginmaður hennar Mark voru skotnir til bana á heimili sínu. Þingmaðurinn John Hoffman og eiginkona hans særðust þegar sami maður réðist á heimili þeirra sömu nótt. Árásarmaðurinn var með lista með nöfnum stjórnmálamanna sem hann hugðist myrða. Og nú loks 10. september síðastliðnum og Charlie Kirk skotinn til bana. Myrtur þegar hann átti samtal við háskólastúdenta við háskóla í Jútaríki. Þess að ég sagði áðan að þá var þessi upptalning ekki tæmandi. Flest bendir til að aukin pólitísk skautun í bandarísku samfélagi hafi ýtt undir þetta ofbeldi. Í rannsókn Brookings stofnunarinnar árið 2023 kom í ljós að 7% bandaríkjamanna eru mjög líklegir eða frekar líklegir til að styðja ofbeldi til að koma í veg fyrir að andstæð stjórnmálahreyfing komist til valda. Rannsóknir benda til að stór hluti háskólanema sjáu ofbeldi sem hugsanlegt verkfæri í pólitískri baráttu. FIRE, Foundation for Individual Rights and Expression, sjálfseignarstofnun sem berst fyrir tjáningarfrelsi gegn ritskoðun og hindrunum og frjálsri umræðu, gerir reglulega kannanir á viðhorfum háskólastúdenta. Þróunin satt að segja ískyggileg. Samkvæmt könnun FIRE á málfrelsi háskóla taldi 1 af hverjum 5 nemendum ásættanlegt að nota ofbeldi til að stöðva fyrirlesara sem þeim voru ekki að skapi árið 2020. 4 árum síðar, eða á síðast ári, var 3/4 stúdenta þessara skoðunar, 1 af hverjum 3. Þeir nemendur sem eru lengst til vinstri hafa alltaf réttlætt ofbeldi umfram aðra. En viðurkenning á ofbeldi hefur aukist meðal annarra hópa, óháð stjórnmálaflokkum eða hugmyndafræði.
Það sem áður var öfgafull jaðarskoðun hægt og bítandi að verða eðlileg og viðurkennd innan veggja háskóla. Háskólar sem áður voru griðastaðir frjálsara rökræðu að verða gróðrastigi ofbeldis gagnvart málfrelsinu. Ekki aðeins í Bandaríkjunum. Við höfum nýlega orðið vitni að því hér á Íslandi hvernig komið í veg fyrir með ofbeldi fyrirlestur við Háskóla Íslands vegna þess að viðkomandi gyðingur og prófessor við háskóla í Ísrael. Aftur og aftur á undanförnum árum hafa háskólar og framhaldsskólar í Bandaríkjunum aflýst fyrirlesturum í nafni almannaöryggis. Leiðarahöfundur Free Press segir þessa þróun geta sundrað bandarísku þjóðinni og því verði að spyrna við fótum. Þess vegna ættu háskólar að gera það sem inntökuskilyrði að viðkomandi viðurkenni að orð séu ekki ofbeldi en að ofbeldi séu óásættanlegt á háskólasvæðinu, þar með að reyna að þagga niður í þeim sem maður ekki sammála. Nemendur ætti að verða ljóst að brot á þessu skilyrði leiði til refsingar og jafnvel brottarekstrar. Þriðjungur háskólanema uppfyllir ekki þetta einfalda skilyrði. Free Press varar sérstaklega við því að háskólar noti morðið á Charlie Kirk sem tækifæri eða átillu í nafni almannaöryggis til að koma í veg fyrir að fyrirlesarar með ólíkar og jafnvel umdeildar skoðanir fái að láta rödd sína heyrast á háskólasvæðinu. Ofbeldi gengur gegn tjáningafrelsinu og pólitískt ofbeldi ósamrýmanlegt og grefur undan lýðræðinu. Krabbamein sem við verðum öll að sameinast að skera burt. Hornsteinn vestrænna samfélaga tjáningafrelsið. Við leysum deilur með orðum og rökum en ekki ofbeldi. Of margir hafa snúið baki við tjáningafrelsinu og grafa þannig undan meginstoð lýðræðisins. Þeim fækkar sem taka undir og í rauninni skilja Walter þegar hann sagði: ég fyrirlít skoðanir þínar, en reiðubúin að deyja fyrir réttinn til þess að tjá þær. Charlie Kirk varaði við að slæmir hlutir gerist þegar að fólk hættir að tala saman, eiga rökræður, og það var drifkraftur hans í öllu hans starfi og baráttu í Bandaríkjunum. But most of all, God's mercy and God's love have been revealed to me these past 10 days. After Charlie's assassination, we didn't see violence. We didn't see rioting. We didn't see revolution. Instead, we saw what my husband always prayed he would see in this country. We saw revival. And yes, campus events will continue. And we will continue to hold debates and dialogue. The First Amendment of our Constitution is the most human amendment. We are naturally talking beings, naturally believing beings, and the First Amendment protects our right to do both. No assassin will ever stop us from standing up to defend those rights, ever. Because when you stop the conversation, when you stop the dialogue, this is what happens. When we lose the ability and the willingness to communicate, we get violence. Skilaboð Eriku Kirk eru einföld og ættu að snerta alla,
jafnvel þá sem telja sig trúleysingja. Samtalið, rökræðan verður að halda áfram. Ágreiningur verður aðeins leystur með orðum, rökræðum og í kosningum. Aðeins þeir sem hafa ekki siðferðilega burði til að sýna raunverulegt umburðarlyndi í verki, ekki aðeins í orði og skreyta sig slíkum orðum, gagnvart andstæðum skoðunum og ófrjálsir einstaklingar grípa til ofbeldis. Ég þakka þeim sem hlýddu, eigi góðar stundir.